Skulum líta aðeins á þetta dæmi hér, númer 5.10 og líta þetta svona sem kynningu á því sem að við þurfum að átta okkur á því fyrir að skoða lotubundið fall og fúri raðir. Og til þess að leysa þetta hérna verkefni þá þurfum við sjálfur sér þrennt. Við þekkjum alla þessa hluti. Svona segja að í fyrsta lagi þá þurfum við að vita að ef, eins og hér er sagt, að einhver tala t stærri en 0, hér er einhver tala t stærri en 0 nota fyrir einhvert fall f. Við þekkjum þetta náttúrulega fyrir kosinus og sínus, þar sem að, ef að t er 2π fyrir sínusinn, þá er t sýrlega minnsta lota. En líka hvert heilt margfeldi af 2π er líka lota fyrir sínus og kosinusinn. Og eins og við vitum þá er tangens af t plus π, það verður aftur tangens eða hallatala. Bara eins og fyrir línu, ef einhverja línu hérna mælum þetta horn, stefnu á línunar, þá bætum π við bógamálið, þá hefur við líka mál á hallatalinu, línunar. Hvað svo? Þannig að við getum sagt hér, kannski sem fæst með kannski einfaldið þrepun, sem sagt ef ekki raungilt fallavenni raunbreytu og f af t plus t er sama á f af t, ég ætla að orða þetta betur, f af t plus þessi tala stóra t fyrir sömu hæð og f af t, eins og gildir lotubundið fall, bara svona, ef við sem til dæmis að lotubundið fall hefur þetta fallgildi í 0, þá eftir tíman stóra t, þá fyrir alltaf í sömu hæð, og svo hérna var 2t, fyrir alltaf í sömu hæð, og 3t, alltaf í sömu hæð, sem er fast lotubundið bil. Nú, svona getum við sagt að þannig að f af t plus k stóra t, það er líka f af t. Nú, svo getum við notað þessa hér, þegar við heildum frá, segjum frá t upp í 2t, og hér höfum við þá e-veldinu mínus st, hér er f af t, að hliðrun heildisins, ef við viljum byrja að taka heildismörkin í 0, þá getum við tekið stóra t af hér, stóra t af hér, og þá þurfum við að bæta stóra t við hér og hérna. Þannig að þetta er alveg sama og heilda frá 0 upp í stóra t, e-veldi mínus st plus stóra t. Og hérna fáið f af t plus stóra t. Kannski hefði verið betra ef ég hefði skrifað þetta svona, bara k hér og hérna kt plus t. Billengdin er t. Af því þá fæ ég þetta almennar. Þá fæ ég kt hér og kt hér. Og þetta er svona það erfiðasta held ég að átta sig á kt. En þegar vorum að skoða dæmið á undan, þá notum við með þessa hliðrunarreglu heildisins. Hvað meira? Síðan í þriðja lagi þá þurfum við rauninni bara að þekkja rúmfræðilegu röðina og fyrir hvaða r í káta þegar k telur í 0 og undir hóndalega að hvenær þetta hér er satt. Jú, það er
eða svo tölugild er einnig, þá vitum við að þetta gildir. Nú, þetta eiginlega allt og sumt sem þurfum að nota því að ef við erum beðnum að reikna Laplace-færslu þá höfum við aldrei neinn annan kost heldur en að setja beint inn í skilgreininguna og sjá síðan hvað gerist. Og ætlum að nota þetta þrennt. Ef ég fyrir aðeins af stað, þá er gaman að sjá ef einhver þetta klárað. Og skulum segja, þetta þá það sem ég ætla að nota og við getum þá bara að byrja það. Gefa við Laplace af lotubundnu falli og ég set beint inn í skilgreininguna. Og 0 í plús óvandaleg. Og hér höfum við kjarnan veldur mínus st og hér setjum við fallið. Og það er kannski eitt sem að hefði mátt taka fram þarna áður en við getum valið okkur bilskiptipunkt á raunásnum náttúrulega að vild. Svona að við heldum frá 0 og upp í t. Og síðan veldur mínus st og svo fallið f af t. dt. Og svo höldum við áfram þaðan. Förum frá stóra t yfir lilla lotu veldur mínus st og svo kemur aftur f af t dt. Kannski til að sjá nokkra liði en hér höfum við þá frá tveimur stóra t upp í 3 stóra t veldur mínus st f af t dt. Og ekki að skrifa almenna liðin. Svo erum við komin upp í kt. Hér náttúrulega k-talning, við erum að leiðin í þá átt. Og hér fáum við k stóra t og svo pluss t í veldunum mínus st f af t dt. Kannski fallir að skrifa þetta svona sem summu. Þess að summan teljum frá 0 og við þurfum náttúrulega að halda áfram út allan raunásinn og við skrifum hvert heildi þarna. Þetta er ekki rétt á mér, ég skrifa bara k stóra t og síðan k stóra t pluss stóra t. Það komið eitt bil og svo er heildistofnin alltaf svo sami. Í veldunu mínus st f af t dt. Ég er svona að stilla upp fyrir lotubundnu eiginleikana. Nú áver þetta að nota hliðrunarreglu og ég taka bara kt af efri og neðri heilduna mörkun og þá þarf náttúrulega að bæta því við hér. Þá er það aðalega hérna þessa lítilsmanni því að hérna getum við notað það að fallið í lotubundið með lotu stóra t stærri en 0 og svo ætti maður einhvern veginn að reyna að fiska nota annan lit. Fiska sem sagt rúmfræðilegu röðina og einhvers staðar ætti manni að birtast í veldunu hlaupa frá k upp í 0 sko setja bara svona og hérna ættum við að fá mínus, það ætti að koma s, það ætti að koma k, það ætti að koma stóra t og bara með þessari umritun hér að taka k-ið, setja það kannski hér og rökstyðja að í veldinu mínus st eða 1 á móti í veldinu s stóra t, það er tala sem bara liggur strangt á bilinu frá 0 upp í 1 og þar með getum við notað niðurstöðuna sem er skráð hér hérna og þá er formúlan komin. Nú síðan að gera þetta fyrir þetta hérna fall er síðan dálítil vinna og ætti kannski ekkert að leggja í hana. En skólinn sem felst í því að gera þetta svona er að sjá að við getum sett skilyrði á föll og sagt ég vil fá lotubundna eiginleika. Það gefur okkur nýjar formúlur. Og það sem við munum gera síðan meir er að segja eitthvað í þessum dúr.
að ef ég hef hér það sem að stundum við bara kallað merki, ef ég hef eitthvað sem lítur svona út, segjum bara svona, það fer upp ykkur að tölu sem kallum þá kannski stóra T, að við getum krafist þess bara með forsendunum sem gefa formúlurnar að stærðfræðin framleiðir þá svona til dæmis sagtönn sem sé notuð til þess að búa til hljóð svo sem eitthvað annað, og það sem áhugavert það okkur nægir að búa til fallið bara á einhverju bíli frá 0 og upp í 10 eitthvað svona og æskja þess síðan eða krefjast þess að það verði lotubundið, og með Laplace þetta þá formúlan bara eitthvað fall sem ég vel mér, kannski línan frá 0 og upp í 2, þess að sem ég gef með formúlun f af t og t, og ef ég nota þessa formúlu þá ég að búa til sagtend blað.